Þá förum við í þriðja dagskrárlið, loftslagsmál markmið Akureyrarbæjar. Sóley Björk Stefánsdóttir hefur bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég geri mig grein fyrir því að ég ekkert að brydda upp á neinu nýmæli með því að óska eftir því að þetta mál sé tekið til umræðu á dagskrá bæjarstjórnar, og ég hef lesið það í fjölmiðlum, til dæmis í viðtali við framkvæmdastjóra Vistorku, að hafinn sé vinna að gera bæinn kolefnishlutlausan, og ég held nú ég hafi heyrt líka bæjarstjóran tala á þeim nótunum og bara mjög ánægð með það í sjálfu sér. En mér rosalega umhugað að við vinnum mjög markvisst að þessum málum, og þess vegna vil ég koma hérna og taka þetta til umræðu og leggja til að fyrir bæinn verði sett mælanleg markmið og aðgerðaráætlun samþykkt sem og áætlun eftirfylgni. Það náttúrulega þannig að við erum mjög vel sett hérna á Akureyri að það hérna margt fólk sem mjög áhugasamt loftslagsmál og kolefnisjöfnun. Og það vantar ekki hugmyndirnar og það vantar ekki sannfæringuna fyrir verkefninu, og einmitt þess vegna eigum við að nýta okkur styrkleikann og gera þetta markvisst. Og því að það ekkert nóg að tala þetta, að mínu mati við verðum að framkvæma og svona gera þetta svolítið samkvæmt áætlun. Við náttúrulega hlutverk okkar hérna í bæjarstjórn að tala og móta stefnuna og ákveða hvernig hlutir skuli gerðir, og ég ætla bara að viðurkenna að ég átta mig ekkert alltaf á því nákvæmlega hvernig hlutir eiga að koma til framkvæmda í öllum tilfellum, og nefni sem dæmi að það poppa allt í einu upp fyrirtæki Vistorka sem í eigu Norðurorku, sem í eigu Akureyrarbæjar. Og þar hefði ég til dæmis haldið að færi fram einhver umræða stofnun fyrirtækisins innan bæjarkerfisins eða jafnvel í umhverfisnefnd, en það var bara ekki. En á sama tíma vil ég bara taka það fram að ég held að þetta hafi verið frábær hugmynd, og ég hefði alls ekki sett mig upp á móti stofnun Vistorku, bara svo það sé sagt, ef ég hefði verið spurð. En það kannski líka þessuna sem ég segi bara að ég vil bara segja að við ættum ekki að hafa næstu skref í loftslagsmálum einhvern veginn jafn tilviljunarkennd og þetta leit út fyrir að vera, og þess vegna vil ég bara leggja mitt af mörkum við að finna leiðina, og í þessu tilfelli held ég að það getur verið þetta þrennt sem ég nefndi áðan. Það mælanleg markmið og það aðgerðaáætlun og áætlun eftirfylgni. Og ég ætla nú svo sem kannski ekkert að standa hérna og nota tækifæri til að útlista mínar hugmyndir markmið og aðgerðir sérstaklega, því að ég tel bara að það sé mjög mikilvægt að gera þetta í góðu samstarfi við áhugasamt fólk með góða þekkingu á málinu. En svona svo ég fari kannski svona í grófu dráttum yfir þetta, þá held ég að þetta snýst annars vegar kolefnislosun sem það vegna umferðar og bíla og skipa og flugvéla, eins og við nú talum hérna áðan. Losun frá kannski atvinnustarfsemi sem fellur það utan því sem snýr að samgöngum, en svo þarf náttúrulega að huga hinum arminu líka sem getur verið plöntun trjáa til að binda kolefni, og hér hefur við þetta talað græna trefilinn dálítið mikið og oft góður umræður það, og það gríðarlega mikilvægt hluti í þessu máli. Og svo vil ég bara segja að ég held að segja það verður mikilvægt að virkja íbúa bæjarins í þessu verkefni. Og mér finnst að það hefur tekist vel hérna á Akureyri, eins og til dæmis varðandi sorpflokkunina, og ég held að þetta bara svona næsta skref. Og þó ég sagði ég ætla ekki að fara að fleygja fram hugmyndir, og heyrði ég rosa góða hugmyndu daginn sem var til dæmis að fólk gæti farið með græðlinga af trjánum og garðinum sínum og plantaði græna trefilinn, þú veist, af því að þetta oft líka spurning peninga og hugsanlega græni trefillinn ekki að Prjónasteins Rattumaður hefði viljað óska vegna peningaskorts, þannig að þetta bara svona hugmynd sem ég bara svona kasta fram til að minnka kostnaðinn. En ég efast ekki að það eru fullt af hugmyndum út allt í bænum, og þetta þurfum við bara að taka höndum saman Og atvinnulífið náttúrulega nú þegar komið á stað, og á landsvísu þá hafa yfir 100 fyrirtæki skrifað undir yfirlýsingu markmið í loftslagsmálum, og þar af nokkur á Akureyri, og mér finnst bara að það fagnaðarefni og það til mikilla fyrirmyndar, og þess vegna bara vil ég ýta á eftir þessu með að bærinn geri þetta.
Og svo bara þegar ég fór að hugsa þetta, hvers vegna finnst mér svona mikilvægt að við setjum okkur mælanleg markmið og við erum sko lítil og það eru miklu stærri samfélög sem að losa margfalt meira kolefni út í andrúmsloftið. Og þá fór ég bara að hugsa, ok, ef að heimsbyggðin nær ekki markmiðin sínum í loftslagsmálum, þá ansi hætt við að það muni bitna verr á okkur en mörgum öðrum. Það muni auðvitað bitna harkalega á öllum. En ég fór bara að hugsa, sko, að til dæmis bara ef að sjávarmál hækka, þá náttúrulega auðséð að við lendum bara miklum vandræðum með byggðin okkar sem á láglendi. Við upp á brekkunni kannski finnum ekki eins mikið fyrir þessu. Svo náttúrulega byggjum við atvinnu okkar að miklu leyti á svona lífríki sjávar og ef að það hitnar meira, ég tala nú ekki ef að súrnun sjávar fer að leika okkur illa, þá þar eitthvað sem við munum þurfa að takast á við. Og svo kannski, svo ég segi bara fyrir mig persónulega, sem að ég hef svona, mjög miklar áhyggjur af, að það til dæmis bara ef að golfstraumurinn hverfur eða breytist. Og hvað gerum við þá? Af því að þá getur kólnað ansi mikið þó að það hlýni annar staðar. Og ég ætla bara að segja ykkur að 29. maí í fyrra var ég stödd í Nuuk á Grænlandi og í snjóstormi bara og kulda og vetri. Og ég sagði, rosalega ég þakklátt fyrir golfstrauminn. Og þannig að það svona, bara, það alls konar áhyggjuefni og það svona eigum við bara rosalega mikið undir því að heiminum takist að vinna á vandanum. Og bara það eina sem við getum í raun og verið gert til að áhrif á heiminn, því við kannski í bæjarstjórninni á Akureyri höfum ekkert rosalega mikil áhrif á heimsvísu, en þú veist, maður veit aldrei. En við getum allavega sýnt að það sé hægt að gera þetta og svona að aðrir geta fengið hvatningu í gegnum það. Og auðvitað fullt af alls konar flottum verkefnum út allan heim og ég sagði ef við náum þessu fyrir, náum kolefnis hlutleysi fyrir 2021, þá getum við slegið Costa Rica við það, því að það land hefur sett stefnuna á kolefnishlutleysi árið 2021. Og en þó það takist ekki, þá eigum við þetta bara að setja okkur metnaðarfull markmið og virkilega vinna að þeim, bara mjög markvisst og hörðum höndum, af því að það bara þannig að þannig getum við lagt okkar að mörkum bara við að bjarga heiminum. Og þess vegna fannst mér mikilvægt að við ræðum þetta í bæjarstjórn, svo afstaða bæjarstjórnar sé bara alveg skýr í þessu máli. Og þannig að ég ætla að leggja bara fram bókun sem ég bara vonast til þess að við séum öll einhuga en hún stuttulega góð, hljómar svona: Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að bæjarfélagið setji sér mælanleg markmið í loftslagsmálum og samþykki í kjölfarið aðgerðaráætlun og áætlun eftirfylgni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kærar þakkir Sóley fyrir að taka þetta mál á dagskrá og þessa ágætu bókun. Ég get alveg stutt hana í sjálfu sér, en hún auðvitað náttúrulega bara í takt við það sem að byrjað að vinna eftir. Ég vil nú í fyrst mótmæla því að það hafi verið staðið eitthvað tilviljunarkennt að stofnun Vistorku og markmiðum sem að Vistorku gert að fara eftir. Ég með fyrir fram að mig málefnasamning meirihlutans skipulag, umhverfi og samgöngur, og með leyfi forseta þá eru punktar eins og setja okkur mælanleg markmið í umhverfismálum, taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga í umhverfismálum, endurskoða aðalskipulag, gera innviði hagkvæmari og sjálfbærna leiðarstefi, stórefla strætósamgöngur með einfaldara leiðakerfi, bæta græn svæði í bænum og gera vélarkost bæjarins vistvenni, svo nokkri punktar séu nefndir. Og ef ég fer nú bara yfir þessa punkta, að þá erum við byrjuð að setja okkur þessa mælanleg markmið. Vistorku var falið að hefja þá vinnu. Það tekur tíma, við þurfum auðvitað fyrst að ákveða hver þessi markmið að vera, hvernig á að mæla þau, og síðan þurfum við auðvitað að bíða eftir því að það komi út fyrir þeim tölur, þannig að við getum haldið áfram. Það auðvitað leiðilegt að heyra kannski að það hafi ekki skilað sér hingað. En þannig það að Vistorka byrjuð þessa vinnu.
Við höfum hafið endurskoðun aðalskipulags og skipulagsnefnd hefur eins og öll bæjarstjórn verið bara mjög einróma og samhent í þessari vinnu og þó að þetta hafi ratað í málefnasamning þessa meirihluta þá hefur þetta allt eins ratað inn í aðra meirihluta eða önnur minnstur líka vegna þess að við töluðum á mjög svipuðum nótum fyrir kosningar þessi mál. Nú, við tölum að gera innviði bæjarins hagkvæmari og með sjálfbærna leiðarstefi. Við höfum hafið vinnu og skipulagsnefnd hefur markmist verið að vinna að því fyrst og fremst að taka upp deiliskipulagsvinnu í þegar byggðu umhverfi með það fyrir augum að þétta byggðina og ég ætla nú ekki að orðlengja frekar áhuga minn á þéttingu byggðar. Við erum nú búin að taka umræðum það margoft og það þarf ekkert að fjölyrða ávinningin af því fyrir loftslags- og umhverfismál. Við töluðum að stórefla strætósamgöngur og einfalda leiðakerfi. Fyrir 2-3 klukkutímum þá satt ég ásamt Matthíasi bæjarfulltrúa og Guðmundi bæjarfulltrúa á fundi með starfsmönnum bæjarins þar sem við vorum að fara yfir þá vinnu sem þegar hafin og hvenær við ætlum að skila frá okkur þeirri vinnu og með hvaða hætti það verður gert og hvenær því verður hrint í framkvæmd. Þannig að tíðinda að vænta í sumar eða niðurstöður að vænta í sumar af skoðun umferðisverkfræðings hjá Eflu og í kjölfari munum við svo kannski finna leiðir til þess að gera þessar breytingar. Nú, við höfum meðal annars í samvinnu við Norðurorku unnið að því að gera vélarkost bæjarins vistvænni þannig að svona flestir þeir punktar sem eru hér á blaði eru þegar í rauninni komnir að einhverju leyti til framkvæmda eða skoðunar að minnstakosti. Nú, við höfum verið að skoða og velta fyrir okkur og endur hugsa hvernig við stöndum að losun úrgangs. Það líka liður í þessu. Með plöntun trjáa, bæjarfulltrúinn Njáll var hérna með ágætis innlegg í fyrra, minni mig, græna trefilinn og reyna kannski aftur að setja meiri áherslu á hann og ég alveg sammála því. Við höfum rætt hérna oft nagladekk, sandburð, allt eru þetta lítið lóð á þessa vogaskál, þannig að ég held að við séum öll sammála þessi mál. Það þó eitt sem að ég held að við höfum alltaf gleymt og kannski léttast að víkja sig undan viðkvæmustu og erfiðustu málunum. Við tölum gjarnan norðurslóðamál og við ætlum að vera leiðandi í þeim og við ætlum að vera jafnvel miðstöð eða höfuðborg norðurslóðamála í jafnvel heiminum. Við þurfum þá að fara að skilgreina hvað á að felast í því. Ef við erum að tala loftslagsmál, þá hljótum við að fara að taka hérna til umræðu inn í bæjarstjórn. Umræðu til dæmis mögulega olíuvinnslu. Það skynsamlegt? Það getur verið skynsamlegt fyrir okkar bæjarfélag til styttri tíma. Það skynsamlegt fyrir mannkynið allt? Ég ekki eins viss það. Þannig að það að ýmsu að hyggja, en svo sannarlega erum við farin að huga að þeim málum sem að svona nærst okkur eru og snúa svona beinast að okkur og ég held að það sé engan bilbug okkur að finna í því. En mér finnst algjörlega ástæðulaust að setja mig upp á að bóka og setja smá vönd á okkur til þess að við allavega höldum okkur við efnið. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að koma þessi mikilvæga málaflokki á dagskrá. Ég stýrði fundi nú í mars á vegum samtökum iðnaðarins sem bar yfirskriftina áskoranir í loftslagsmálum. Þar kom markvert fram og góðir fyrirlesarar og það greinilega margt jákvætt að gerast í þessum málum en við erum ennþá langt í land.
En mér langar að vitna í upplýsingar frá Bryndísi Skúladóttur, forstöðumanns framleiðslu og matvælasviðs Samtaka iðnaðarins, með leyfi forseta. En hún hefur tekið saman tölur afdrif úrgangs á Íslandi frá árinu 2005 til 2012. En árið 2005 var endurvinnslu og nýting 30%, en 2012 64%. Mér finnst þetta gríðarlegur árangur. Við erum búin að ná enn meiri árangur í dag, þó ég sé ekki með þær tölur, og þá sérstaklega hér á Akureyri. Þannig að það eru mjög jákvæðar fréttir. En ef við ætlum að ná því markmiða að Akureyri verði kolefnishlutlaust, þá held ég að eitt af stóru verkefnum okkar verði að fá fleiri fyrirtæki með okkur í lið hér á svæðinu. Og það er eitt sem ég vil leggja til að við skoðum, sérstaklega kannski ljósi þess að Molta nú rekin með hagnaði, sem mjög jákvæðar fréttir, að það að gera það jöfnu fyrir fyrirtæki að skila inn lífrænum úrgangi og almennum úrgangi og nota það sem hvatningu fyrir fyrirtæki að fara í flokkun. Það hefur ávallt verið dýrara fyrir fyrirtæki að skila inn lífrænum úrgangi og það var mikill munur á hér fyrir nokkrum árum. Ég veit að bilið að minnka, en ég legg það samt til að við reynum að gera þetta jöfnu. En að ég bara held að það verði meira hvetjandi fyrir fyrirtæki til að koma með í þessa vegferð. Ég verði þetta að nefna dæmi að því mér hefur fundist alveg afskaplega gaman að fylgjast með háskólanum í þessum efnum. En þau hafa sett sér markmið og hafa unnið mjög ítarlega og flotta umhverfisstefnu. Og mér finnst hún algjörlega til fyrirmyndar en dæmi má nefna að þau eru með ítarlega sorpflokkun. Ég held ég hafi ekki sé ítarlegri sorpflokkun hér innan bæjarins heldur en gerist þar og mjög flott og vel sett upp hjá þeim. Annað sem ég var mjög spennandi hjá þeim að þeir setja starfsmönnum skilyrði að leigja sér rafmagnsbíla í stað bensínbíla þegar þeir þurfa að leigja sér bílaleigubíla. Þetta er kannski eitthvað sem við ættum jafnvel að skoða innan bæjar hjá okkur, innan bæjarkerfisins. Skólinn að gróðursetjast tré, hann komið vistvæn bílastæði og eru 4 þeirra útbúin með rafhleðslustöð fyrir rafmagnsbíla og þetta er eitthvað sem við ættum að hvetja fleiri fyrirtæki að gera og ég er mjög spennt fyrir því að það komi hér og mér heyrist á bæjarfulltrúa Njáli að það eigi að koma hér rafhleðslustöðvar á þessu ári, 2 allavega, þannig að ég held að þá ætti sölu sala rafmagnsbíla að aukast til muna. Bæjarfulltrúi Logi kom inn á eitt af hlutverkum Vistorku en það er að afla gagna og reikna út og birta kolefnisspor Akureyringa. Mér langar bara að spyrja því þekkið ekki hvort þið viti hvar þessi vinna er stödd og hvenær ber að vænta upplýsinga, af því ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að fara að setja okkur töluleg markmið að við sem komið það upp á borðið. En ég get svo sannarlega tekið undir bókun Sóleyjar Bjarkar því ég held að einn besta leiðin til þess að ná árangri sé að setja mælanleg markmið og fylgja þeim eftir. Og við höfum tækifæri til að vera fyrirmynd í þessum efnum og við höfum bara svo sannarlega að stefna á það. Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Dagbjört Elín Pálsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Sóleyju Björk kærlega fyrir að vekja máls á loftslagsmálum hér á Akureyri. Mér langar bara aðeins að koma inn á nokkur mál tengd þessu. Nú er í vinnslu umhverfis- og samgöngustefna Akureyrar með fulltrúum frá öllum flokkunum. Mikill einhugur hefur verið í nefndinni og markmið þessar stefnu er að Akureyri bæri vinni stöðugt af framsækni og metnaði í bæði umhverfis- og samgöngumálum bæjarins. Mikið hefur áunnist á síðustu árum í umhverfismálum bæjarins, meðal annars í sorpmálum, strætisvagnamálum með uppsetningu og metankastöð. Akureyrarbær skuldbindur sig til að vinna að minnka gróðurhúsalofttegunda og leggja þannig sitt af mörkum í þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist. Hlutdeild utanaðkomandi áhrifaþátta á loftgæði innan Akureyrarbæjar verði lágmörkuð.
Samgöngustefna tekur mið af öflugum vistvænum almenningssamgöngum þar sem leitast er við að endurnýtanlegt eldsneyti og áhersla sé lögð á velferð hjólandi og gangandi íbúa og þannig stuðla að því að fjölbreyttum ferðaþörfum íbúa sé mætt og að samgöngu- og leiðakerfi nýtist sem best. Þannig mun umhverfis- og samgöngustefnan stuðla betri lífsgæðum íbúa bæjarins hvað báða þætti varðar. Stefnan eins og staðan í dag er í umsagnarferli hjá helstu ábyrgðaraðilunum sem nefndir eru í skýrslunni. Vinnuhópurinn mun svo fara yfir þær umsagnir sem kom frá hagsmunaaðilum og svo munu nefndir bæjarins fá hana til umsagnar. Við áætlum að stefnan verði klár á loftslagsráðstefnu vinabæja okkar sem haldið verður hér á Akureyri í ár. Loftslagsmál skipa þar stóran sess en á ráðstefnunni í ár verður kolefnishlutleysi aðalefnið. En í fyrra í Rannes kynntum við einmitt Akureyri neutral free, how can we do it? Í umhverfisnefnd hefur verið unnið að stefnu og aðgerðaáætlun í loftslags- og loftgæðamálum og setta fram tillögur að markmiðum samdrátt á losun GHL eða gróðurhúsalofttegundum til ársins 2030. Þar er tekið á heildarlosun út frá 3 meginflokkum. Hluti af þessu er nú þegar búið að vinna. Við fengum utanaðkomandi aðila hjá Mannvit en við höfum bara ekki haft fjármagn til að klára þennan síðasta hluta vinnunar. Mig langar aðeins að koma inn á svifryksmælana sem hafa verið töluvert í umræðinni. Í kringum árið 2006 var mikil umræða innan umhverfisnefndar og þá var gerð bókunartillaga til framkvæmdaráðs sem að minnka sandburð í bæjarlandinu sem var gert í framhaldi. Á þeim tíma var haft samband við Umhverfisstofnun hvort þeir geti keypt svifryksmæla sem við myndum þá sjá rekstur á. Það gekk upp og voru keyptir 2 mælar sem hafa verið hér í notkun. Verkfræðiskrifstofan Vista sér að halda utan gögnin og eru beintengt inn á vef bæjarins. Bærinn er að greiða 200–300.000 krónur á ári fyrir þessa vinnu. Þessi mælar hafa þó aldrei náð 1 heilu ári í mælingum og hefur þess vegna verið erfitt að fylgjast með. Upp á síðkasti hefur þó borið á tölum stemmi ekki og kom það í ljós að mælirinn er bilaður og lítið að marka upplýsingarnar sem komið hafa inn á heimasíðuna frá desember. Mér finnst ekki ásættilegt að bæjarinn sé að greiða fyrir þjónustu sem ekki er uppfyllt, þar að ekki sé eftirfylgni með því að rétta mælingar sé að koma inn til okkar og inn á heimasíðuna. Þarna kemur Umhverfisstofnun sjálfsög inn þar sem þeir eiga mælana, en ætti því krafan okkar að vera að þeir séu í lagi. Ég mun taka þetta upp á næsta fundi umhverfisnefndar og óska eftir upplýsingum frá þjónustuaðilum og skoða einnig það verklag sem hefur verið í umsýslu á þessum málum. Mig langar að koma inn á bara ég fagna því að það er farin að vinna með einföldun leiðakerfis. Og einmitt líka að það skref sem við tókum í stofnun Vistorku er að vera mikið gæfiskref og eftir að gera góða hluti fyrir Akureyri, en það er tekið eftir starfi Vistorku bæði á innlendum og erlendum vettvangi. Og í lokin langar mér bara að þakka aftur kærlega fyrir þessi umræða hefur verið tekinu upp og ég get vel stutt bókun Bæjarfulltrúa Sóleyjar. Takk fyrir. Takk fyrir Elín Pálsdóttir, bæjarfulltrúi við lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti ágæta bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk fyrir að vekja máls á þessu umræðuefni hér. Ég lít þannig á að hún hafi fyrst og fremst verið að koma hér inn með þetta málefni til umræðu til þess að fá fram svör við því hvort það verði ekki sett fram mælanleg markmið í umhverfismálum hjá Akureyrar kaupstað. Ég get tekið heils hugar undir þau orðinar og reyndar þá umræðu sem átt sér stað hér umhverfismál, svo sem líka. Þetta er náttúrulega bara eins og tala út á mínu hjarta og búin að tala lengi að við þurfum að vera hérna með markmið með mælanlegum viðmiðum svo við vitum hvert við erum að stefna og hvort við erum yfir höfuð að fara þangað sem við ætlum að fara.
við höfum bara ekki hugmynd um það. Ég ætla að benda á það að í þessu samhengi að bæjarstjórn til dæmis ekki að setja sér starfsáætlun og það til þess ástæðu fyrir því að þessi umræði komin hérna inn á þetta borð núna, þrátt fyrir að það hefur verið bent á það að þetta sé orðað í samstarfssamningi núverandi meirihluta, þá engin starfsáætlun samþykkt í gangi þar sem framkemur umhverfis- og samgöngustefnu skal loki fyrir, þetta skal gera núna og þannig koll á kolli. Þannig að við höfum einhverja hugmyndu það, hvað í gangi? Það heldur ekki tekin umræða hérna inn í bæjarstjórnina til dæmis. Mér finnst ekki óeðlilegt að til dæmis væri tekin inn hérna umræðum vinnu við stefnumörkunina þegar hún á ákveðnu stigi. Mér finnst það bara allt í lagi. Við nefnilega sitjum ekki öll í þessum vinnuhópum sem í gangi. Við getum hort til dæmis að leiðakerfi strætó, hvar svo vinna stödd. Okkur sagt núna að hún sé farin af stað. Í kosningabaráttunni var nú bara lögð fram ný leiðaráætlun, nýtt leiðakerfi sem átti bara detti í gang, bara daginn eftir kosningar og það ekki. Og það er nú ekki reynst vera svo. Nú, annað sem ég ætla að nefna í þessu samhengi það að það að ýmsu að hyggja þegar menn koma að þessum loftslagsmálum og það til dæmis það að hér koma skemmtiferðaskip á sumrin og þeim fjölgar alltaf. Og það til dæmis nefnt í samgönguáætlunni sem við ræddum hér áðan að eitt af markmiðunum, eitt af aðgerðunum að dregið verður útblæstir frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu við rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. Þetta gott og blessað. En hvernig á að gera þetta hér á Akureyri þar sem það alveg útilokað að við náum að tengja farþegaskipin við rafmagn miðað við þá raforkuflutninga sem hingað eru? Mér vitanlega. Þetta ekki hægt. Þannig að þarna þurfum við að taka tillit til þessa en ekki bara þess sem gerist hérna á Akureyri. Svo annað, með aukinni flugumferð þá náttúrulega verður koltvísýringsmengun meiri. Við þurfum að taka tillit til þess þá líka ef við erum að kalla eftir meiri flugumferð til dæmis erlendis frá. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að horfa til og þá náttúrulega vaknar upp spurningin það þriðja og það þessi nýkynnta ramma áætlun sem verið að fara landi núna og kynna. Þar til dæmis lagt til að það verði í raun sáralítið ekkert virkjað af vatnsafli hérna á Norðurlandi meir, sem í sjálfu sér dálítið athyglisvert í ljósi þess að það þarf þá að byggja stærri og meiri flutningsmannvirki til þess að flytja orkuna að sunnan og hingað norður. Því ekki byggjum við allt á gufuaflinu einu. Þannig að það dálítið skondið að horfa á þessa hluti í samhengi. En ég náttúrulega kalla bara eftir því að við ræðum mál hérna, það sé þó sett niður einhver framkvæmda áætlun sem við erum þá tilbúin til að takast á hérna í bæjarstjórn og við fáum síðan upplýsingar það reglulega hvar þá mál standa. Það ekki nóg að vitna bara alltaf í þetta samkomulag meirihlutans sem fyrir liggur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju kærlega fyrir að taka þetta upp. Ég er mjög áhugasamur þessi málefni og það mörg að taka, en einmitt með þetta markmið og annað, Vistorka að fer á stað inn í atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar fyrir einhverjum árum og núna komin undir Norðurorku og í þetta prógram sem í gangi og allt þetta, sem bara besta mál og mjög spennandi verkefni sem að vinna.
En markmið okkar, það er kannski bara tímasetja, en við erum búin að segja það og gefa það út fyrir, og við höfum rætt það síðust árið, ég hef ekki skilið þetta öðru sig, en við ætlum að vera kolefnishlutlaus bær. Og það er kannski ekki verið alveg nákvæmlega sett niður árið, ég hef svona heyrt að mér var að hugsa 15 árið eða hvað það væri, og það væri bara gaman að heyra hvernig þið hefur skynjað þetta. En þetta hefur alltaf verið fyrir mér svolítið ákveðið mælanlegt markmið, að þegar við erum komin í kolefnishlutlausar bæ, þá erum við komin bara niður í núllið, eins og við lítum þetta samfélag varðandi þessi málefni. Og við höfum verið að taka og hefum verið mjög til fyrirmyndar í þessum málum að undanfarin ár hérna á Akureyri, varðandi gróðurhúsalofttegundir og annað. Og við höfum verið að taka mjög stór skref, bara kannski eins og með metanvinnslun upp á Glerárdal er kannski það stærsta verkefni síðan að hitaveitan tekið í notkun á Akureyri 74-78 cirka. Að þá er þetta það stóra verkefni sem er komið eiginlega stærsta eftir það. En að sama skapi, við erum kannski ekki búin að hugsa alla leið að því leyti að þegar við erum að nýta haugasi í dag yfir í metanframleiðslu og haugas er 21 sinni hvarfgjarnara ferli heldur en CO2. Þetta er gríðarlega hvarfgjörn lofttegund. Við erum að nýta enn sem komið mjög takmarkaðan þátt kannski að þeirri vinnslu sem er þegar við vinnum haugasi yfir í metanvinnslu upp á haugum og þetta er kannski svona í hugarreikningu núna, þetta getur kannski verið 10-15% í dag af því sem er framleitt, getum framleitt á haugnum, þar með erum við að sleppa hinu út eða ekki að nýta fullu haugin. Þannig að víða erlendislegans þá brenna menn bara það sem er ekki nýtt til þess að þetta komið veg fyrir gróðurhúsaáhrifin, lofttegundir og allt það mál. Og við kannski erum ekki komin allar leið með það en höfum svo sem ekki kannski rætt mjög mikið í Norðurorku hvort við eigum að taka það skref eða ekki, en þetta kostar það. En þetta ef við erum að tala um kolefnishlutlausar bæ og annað, þá getur þetta verið umræða sem við erum bara að taka upp. Og við erum náttúrulega með líka moltu. Þegar við fórum í moltu bara fyrir 10 árum, það var ákveðið að fara í þessa fjárfestingu. Það er náttúrulega samaskapi svona ákveðin gróðurhúsa eða sem sagt pælingar þessa veru og þá mögulega gætu við þá líka í svoleiðis jarðgerðarstöð og búið raunverulega til metangas með sams konar hætti eins og verið að fara inn núna Sorpu í Reykjavík. Þeir ætla að fara að framleiða minni mig sem á að duga fyrir cirka 3000 bíla, venjulega fólksbíla á ári og þetta er að breyta svo mikið hvernig við erum að hugsa þetta. Við erum náttúrulega Glerárvirkjun er vissu leyti í þessa veru til að minnka gróðurhúsalofttegundir. Þessum við framleiðum bara orku innan bæjarmarkana eða sveitarfélagamarkana. Við höfum öll séð fyrirlestra á vegum Vistorku þar sem hefur verið tekið dæmi 20.000 manna bæinn í Evrópu og hvað er gróðurhúsaloftið þessi 20.000 manna byggð, heimilin í 20.000 manna byggðinni gera þar og síðan metið með við Akureyri. Og þetta bara með jarðhitanum og hitaveitunni, þá náttúrulega tökum við stærsta einstaka skrefið, síðan hvernig við notum okkar rafmagn og annað. Þannig að í dag, þegar allt er talið, og haugasi til dæmis væri cirka 10% af því sem við setjum undir gróðurhúsalofttegundum frá þessum bæ, ef við værum að nýta það eða að brenna það að fullu, þannig að það færi ekki út í loftið með neinum hætti. Og ég held og ég man ekki betur þegar við vorum að sjá þessa fyrirlestra á sínum tíma að í dag, þá eru við á Akureyri með cirka 20-25%, 20.000 manna byggðin 20-25% samsvarandi byggð eða íbúabyggð í Evrópu að jafnaði gerir, eða sendi frá sér. Í dag er þetta fyrst og fremst varðandi heimilin, það eru bílarnir sem eru eftir. Það er eiginlega stærsti einstaki þátturinn. Og það er eiginlega til fyrir þessi 20% sem við eigum eftir, að langmestu leyti. Við erum búin eins og við erum að tala áðan, með metanbíla, það er metanframleiðsluna, hún dugar fyrir cirka 600 bílum, sem er þá kannski 5% af bílum Akureyri. Og mun sjást aldrei klára það fullu og ég man einhvern tímann og lesi greinar þessi mála eins og Eyjafjörður sem slíkur
gæti verið einn helsti metanklassi í landinu út af ef við færum að nýta hérna frá nauðgauparæktinni, húsdýraáburðinn þar. En þetta hlýtur eiginlega fyrst og fremst og líklegast að gerist í okkur að við munum nota meira rafmagnið yfir á bíla. Það er langt líklegast og við sjáum gríðarlega þróun núna hraða bæði hjá þessu bílaframleiðendum eins og Tesla og Nissan og Leaf og þetta gerast rosalega hratt þessi árin. Það er bara þessa mánuðina finnst manni, ætti kannski frekar að segja. Þannig að þetta er kannski stærsti einstaki þátturinn við ætlum að ná þessu og það væri bara gaman hvað okkur finnst vera, erum við ennþá að hugsa þessu, er það eitthvað meginn bara skilningur okkar sem sitjum að við séum að hugsa þessu, þetta getur verið 15 ára tímabili eða sjáum við þetta nær okkur. Og eins og ég man umræðin með eins og maður ræða græna trefilinn og ég tók með umræði í fyrra að hitti fara, ég man ekki hvernig það var, einhvers tímann á þessu kjörtímabili fyrir hlutan þess, þessu 2 ár síðan, að það getur nú allar 2, það er ekki búið að vera 2, þannig að það er væntanlega í fyrra. Nei, bara með Kjarnaskóg og það sem búið gróðursett í dag, sunnan við Glerárna, þetta er ca. 200 hektarar. Og hvern hektar er gróðursalögtegund ef við talum 4400 kíló á ári. Síðan er norðan við ána talað græna tilraun 250 hektarum, en við gætum við þurfum alltaf bara að ræða það hvað við viljum fara langt upp í Glerárdalinn, en þetta eru mjög stórar tölur í sjálfu sér ef við erum hugsað þetta samfélag. Og það sem ég var búin að reikna það og hef gert inn í framkvæmdaráði þegar að ræði þessi mál þar og við hefum verið að verja 5 milljónum ári núna síðustu ári að gróðursetja, að heildardæmið í innkaupum á plöntum fyrir utan þá gróðursetninguna geti verið 80 milljónir fyrir alla græna trefil. Það er það sem ég var að tala um í því fyrra. Þetta er svona eins og gott nýlegt einbýlishús á Akureyri, þannig hátti eða svona rúmlega það. Þetta er ekkert meira en það, þetta eru lága tölur. Svo maður komið því nú að. Hraðhleðslustöð, það er verið eins og bæjarfulltrúi ef að kemur inn á er að það var ná ætlunin að klára þetta fyrir síðustu áramót en þetta verður vonandi þessu ári og það var að koma hraðhleðslustöð hérna við Hof og önnur við Glerártorg. En í notkun á rafbílum, það er að þannig að almennt er þetta 90-95% af rafbílum að vera að hlaða á heima hjá fólki á nóttinni. En auðvitað er þetta svona meira öryggisatriði að hafa aðgengi og geta komist að rafmagninu. Og ef við viljum taka þetta alla leið, svona hluti, þá af hverju verðum við ekki tilraunasamfélagið sem að tekur að sig fyrir stóra bílaframleiðendur bara að rafa fjörðin og svæði. Bara sem hluta þessu prógrami. Við höfum nefnilega svo ótrúlega góðar aðstæður með allt og alla í okkar umhverfi á þessu jarðarkringlu, aðgengi af umhverfisvænni orku. Og til að rafaða bara alla íslenska bílaflotan, þá er þetta 90 megawatt virkjun. Það er svo sem allt og sumt. Við erum að framleiða 2300 megawatt á Íslandi í dag. En það þarf ekki með 90 megawatt til að rafaða íslenska bílaflotan. Við erum líka með sorpmálin, við erum verið að gera náttúrulega mjög góða hluti þar með hvernig við stöndum að með moltu, eins og við rættum áðan og flutningin og við rættum áðan með sorpmálin hvernig við ætlum að gera þetta, hvernig við sjáum það til framtíðar, en við erum að skora ágætlega einmitt þar líka. Við erum búin að kaupa ferlibíla og byrja á síðasta kjörtímabili, metanbíla, nýta metani á ferlibíla bæjarins. Það er verið að skoða varðandi strætisvagna, hvað sé sniðugt að gera. Við erum með Orkey, við erum með GPO sem eru svona nýsköpunarfyrirtæki til einmitt í endurvinnslu og minnka gróðurhúsalofttegundir og nýta betur sorpið okkar og plast og annað. Og við erum að gera mjög góða hluti af þessu og kannski bara förum við ekki nógu hátt með það eins og með hvað er verið að gera með verkefni eins og vistorku. Og hvert við þurfum kannski líka að fara, og það væri kannski bara alltaf einmitt að spyrja á meiri hlutana fyrst við erum komin í þessu umræða, hvernig menn sjá þá næstu skref, en þess að fjármögnun er fram á haust, kannski áramót, eins og var gert ráð fyrir að verkefnum fór á stað fyrir ári síðan, þegar hvernig menn ætla að sjá framtíðina. Ég er með persónulega hlynntur því að við höldum áfram með vistorku og þær hugmyndir sem ganga þar.
en það væri bara fróðlegt þá að fá frá meirihlutanum hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Við þurfum klárlega að móta þá sýn. Bæjarfulltrúi Logi kom einmitt inn á norðurslóðir og orkumál. Eða sem norðurslóða og bæ, við ætlum að gera okkur gildandi í norðurslóðamálum. Að á Arctic Circle sem við sóttu í haust, að þar var bara þetta var umræðuefni þar. Það voru orkumál og norðurslóðir. Hvernig með sæju fram úr einmitt orkumálum þar. Þannig að það er mjög spennandi hluti þar og skemmtileg umræða. Það er mjög góð ábending sem kemur og gott að minnast á sem að bæjarfulltrúi Eva kemur inn á varðandi lífræna sorpið, lífræna úrganginn eins og við að tala kannski, að jafna úr. Ég man fyrir einhverjum ári, ég man bara ekki töluna núna, þá var þetta 22 krónur fyrir kílóið í lífrænu og 15 krónur fyrir almennt sorp. Og þetta bara getur ekki verið svona, sko. Þetta getur ekki gengið þannig til lengdar. En bara fagna bókunni og tek náttúrulega undir hvert orð, en mér finnst þetta eiginlega að vera bara spurningi, við ætlum okkur að gera bæinn kolefnishlutlausan og þannig hefur umræðan verið. Við erum kannski komin 20-25% af því sem að samfélög svipuð okkar í Evrópu eru að gera og hvernig ætlum við að klára þá restina og hvernig við sjáum. Þegar menn voru kannski fyrir ári síðan að hugsa ykkur 15 ár, er það kannski bara of hægt farið. Vegna þess og bara það sem hefur gerst eins og ég segi bara með hvernig hugmyndir manna að knýja ökutæki framtíðaráranna, eins og með þessari miklu tekníningu sem er að koma greinilega fram í rafmagnsbílunum, að gætu flýtt þessu ferli heilmikið. Þannig að það væri bara áhugavert að sjá á hvaða hillu við erum varðandi þetta. Erum við að hugsa 15 árin eða eitthvað skemmri tíma? Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur Heiðarsson. Bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú bara mjög stoltur af því að búa í þessum bæ sem að gera það sem hann að gera í þessum málum, varðandi endurnýjanlega orku og allt sem því viðkemur. Og ég fullir að þetta sé miklu betra núna, sérstaklega eftir þetta skref að stofnuðum vistorku heldur en var. Menn voru mjög áhugasamir þetta, voru svona hver í sínu horni. En nú þetta komið orðið svolítið fókusera og ég eins og ég segi, ég mjög stoltur að þegar ég fer heiminn að geta sagt fyrir því að ég sé frá Akureyri, hvað þetta varðar. Það reyndar mjög slæmar fréttir í gangi á heimsvísu með lækkandi olíuverði, því að það líklegt að lægra olíuverð muni hafa svona dempandi áhrif á þessa þróun og ég hræddur við það. Ég stundum hugsa það að ég vildi að ríki heimsins tækju sér saman það að halda olíuverði háu með bara skattlagningu og þá geta ríki bara lækkað einhver aðra skatta á móti. Því að þannig losnuð við hana meðal annars með því að gera hana óaðgengilega hvað verðið snertir. Það mjög frábært markmið náttúrulega að reyna að vera kolefnishlutlaus. Það sem sagt að við eyðum jafn miklu kolefni eins og við ýtum út. En samt finnst mér að það hljóti að vera endanlega markmiðið að hætta að nota óendurnýjanlega orku. Það hlýtur að vera markmið okkar hérna á Akureyri og Íslandi. Nú hvað þarf til þess? Eins og bæjarfulltrúi Njáll nefndi, þá það kannski helst eftir bílar. En svo vil ég líka nefna önnur tæki. Þróunin í fólksbílunum á fullu. Þar búnaðurinn til, við getum keypt rafmagnsbíla, metanbíla og ég held að þetta muni bara gerast mjög hratt á næstu árum, eða ég að vona það. En svo það erfiðara varðandi stærri bíla. Hvað getum við gert þar? Við getum knúið þá með lífdísil. Þar vantar okkur bara meiri fitu. Við erum að framleiða lífdísil hérna á Akureyri og okkur vantar bara meiri fitu og ég skora bara á ykkur, alla bæjarfulltrúa, að
safnið nú fitunni þegar þeir eru búin að steikja, það sem annars hefði farið í vaskinn, setið það í flösku og skilið til vistorku og lífdísel framleiðslu. Þið getið fengið traktornar hérna niðri, kannski eru þau öll búin að taka þær nú þegar. Nú það hægt að knýja stærri bíla með metani og bærinn ætlar að taka einhver skref þar og svo sá ég fyrsta skipti af henni bara fyrir örfáum dögum rafmagnsstrætó í Vínárborg og hann var lítill, hann myndi örugglega passa okkur ágætlega en ég veit ekkert þetta tæki. En þetta svona fyrsti stóri bíli sem ég sé sem er rafdrifinn. Síðan eru flugvélarnar og þar svona kannski mesta svartsýnin, það mun væntanlega lítið gerast í því næstu áratugum en vonandi eitthvað á öldinni. Svo vil ég bara nefna það að hér var nefnt bæjarfulltrúi Sóley nefndi sjávarmálið. Sem betur fer þá það þannig að sjávarmál hérna mun hækka minna heldur en annars staðar og það eru tvær ástæður fyrir því. Annars vegar að þegar jöklarnir minnka að þá rís landið og svo hins vegar það svolítið eðlisfræði sem ég ætla nú kannski farið takmarkað út í hér. En Grænlandsjökull hann togar í hafið að sér. Þannig að það sjávarmál núna hærra við Ísland heldur en það væri ef að Grænlandsjökull væri ekki. Þannig ef hann minnkar þá minnkar togið sem kemur aðeins á móti þessu. En þetta mjög góð umræða og mér finnst að við Akureyringar erum bara stefna að því að vera áfram í forystu í þessum málum og geta verið hnarreist hvar sem við förum um heiminn og sagt að við séum best í heimi helst í þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur Heiðarsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta voru sannarlega athyglisverðar upplýsingar frá bæjarfulltrúi Jóni Þorvaldi og skemmtilegar. Nú, það beint nokkrum spurningum að meirihlutanum og ég ætla bara að reyna að svara því svona eftir föngum. Byrja bara aftast, bæjarfulltrúi Njáll Trausti spyr hvenar við sjáum fyrir okkur og við náum þessum kolefnisjöfnuði. Við því auðvitað ekkert svar, menn hafa talað 15-20 ár eins og hann nefndi og við verðum að sýna þolinmæði eins og ég nefndi áðan að ef við ætlum að setja okkur mælanleg markmið þá verðum við að gefa fólki tíma til þess að skilgreina þau og safna þeim og ákveða svo með hvað hætti við vinnum eftir þeim og þá komið að spurningu einmitt það hvenær að vænta svara og ég ræddi við Guðmund Hauk hjá Vistorku nýlega og hann fullvissaði mig það, þessi vinna verið byrjuð og hann myndi fljótlega banka upp á og fara yfir þetta með okkur. Það hefur líka komið upp svo hugmynd að fá Vistorku til þess að innleiða kannski nýja hugsun í alla nefndir hjá bænum. Ekki kannski ólíkt og við gerum í jafnréttismálum. Nú nýlega vorum við að samþykkja gátlista á sviði jafnréttismála sem að liggur til grundvallar svona helstu samþykktum inn í nefndum. Það að segja að þegar við tökum ákvarðanir sem að varða mannahald, sem varða fjárhagsleg útgjöld eða annað sem skiptir máli fyrir málaflokkinn, þá þurfum við að tjekka í box, við þurfum að merkja við og fara yfir það og gera það sýnilegt að við höfum tekið tillit til tiltekinna sjónarmiða á sviði jafnréttismála þegar við höfum tekið ákvörðunina. Við þurfum að skrifa undir þannig að það sýnilegt fyrir öllum í framtíðinni hverju það voru sem tók ákvörðunina líka. Ég sé alveg fyrir mér að við förum svipaða leið í loftslagsmálum. Af því að það hættulegasta sem við gerum að láta umhverfismál verða einangraðan málaflokk eins og hann var til skamms tíma, oft hálfgerðra sérvitringa fannst okkur, sem voru kannski bara eins framar okkur í hugsun og undan okkur. En nú svo komið að þessi mál snerta alla flokka samfélagsins. Og hér var nefnt einmitt ágætis dæmi það, hvernig Háskólinn á Akureyri hefur riðið á vaðið og sett sér
umhverfisstefnu og gengur býsna langt í flokkun og öðru. Þannig að þetta eru hlutir sem við þurfum að skoða í grunnskólunum okkar, leikskólunum og alls staðar annar staðar. Ég bið bæjarfulltrúa Gunnar afsökunar á því að hafa gripið fram í þegar hann var að gera grín á okkur fyrir að hafa ætlað að leggja fram leiðakerfi sem ætti að taka gildi daginn eftir kosningar eins og hann nefndi minni mig. Ástæðan fyrir því að mér fannst þetta óþarfi hjá honum var að hann veit það náttúrulega jafnvel og ég og kannski betur meira að segja að flokkar leggja fram stefnuskrár og í þessu tilfelli var að ræða hugmynd sem Samfylkingin lagði fram og gekk kannski lengra heldur en bara hugmynd það að bæta leiðakerfi, heldur lagði fram nákvæma útfærslu á því. Síðan tekur til starfa meirihluti fleiri flokka og þá eðlilega þurfa menn bara að fara yfir stöðuna og vinna sig frá þeim punkti og ná einhverjum ásættulegum samnefnara sem allir geta verið sáttir við. Þar fyrir utan auðvitað átt eftir að útfæra og eftir að útfæra hugmyndina. Markmiðið stendur samt óhaggað. Það er að einfalda leiðakerfið og auka tíðnina og tengja það betur við tómstunda og skólastörf barna, stærri vinnustæði hér í bænum eins og Fjórðungssjúkrahúsið, Háskólann, Útgerðarfélagið og fleiri og hvetja þannig bæði fólk til þess að nota strætó, gera því það kleift og þá að síðustu spara þeim stórkostlega mikla peninga og að lokum sem innlegg í umhverfismál framtíðarinnar. Hér var aðeins komið inn á starf umhverfis- og samgöngunefndar og það verið gott að fá fréttir af þeirri nefnd. Það sitja 2 bæjarfulltrúar í þeirri nefnd, bæjarfulltrúi Ingibjörg og bæjarfulltrúi Njáll. Þannig að þau geta kannski komið hérna upp og upplýst eitthvað ef það er eitthvað sem er hulið leyndarhjúp. En svona lokum þá langar mig að bæta við, ég gleymdi því áðan að í dag, akkurat bara á þessari stundu, á sér nefnilega staðdálítið merkilegur og skemmtilegur fundur austur í Kröflu. Þannig er að Landsvirkjun, Jarðvarmaklassi Íslands, Eyþing, Norðurorka og Orkuveita Húsavíkur með aðkomu Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og Norðlendinga kosta verkefni sem heitir Betri orkunýting á Norðausturlandi. Það er verkefni sem er hugsað til þess að hvetja efla framþróun og nýsköpun í vistvænum orkunýtingu og framleiðslu. Verkefni sem er hugsað til að tengja svæðið, austur- og vestursvæðið saman, reyna að vinna sem ein heild, nýta okkur þekkingu sem er til staðar annar staðar, sækja peninga til Evrópusambandsins og fleiri aðila sem eru rausnalegir á slíkt fjármagn, efna til nýsköpunar keppni, búa til uppbyggingasjóð og vera með námskeið fyrir frumkvöðla. Og við erum ekkert að tala neina smá upphæðir í þessu, við erum að tala að það er búið að tryggja nú þegar 100 milljónir fyrir utan það sem að menn telja sig geta dregið að. Og að þessu verkefni koma býsna margir aðilar sem hafa bæði reynslu og þekkingu á málaflokknum og ég held að okkar aðkoma í gegnum Norðurorku og þá Vistorku sé bara býsna veigamikil. Og við fáum væntanlega fréttir af þessum fundi bara núna á morgun og getum hugsanlega þá tekið umræðu hvernig við eigum að standa að þessu, hvort að við eigum að koma með enn frekari hætti inn í þetta, en þarna eru mikil sóknarfæri. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sko, það sem ég vildi segja áðan og var svona að reyna að gera aðalatriði var svona
björgum heiminum saman. Það var ekki, þú veist, það að mér langaði ótrúlega mikið til að hnýta í meirihlutann sem ég vil stundum og hef stundum held ég bara að kalla minn heittelskaða meirihluta smáatriði. En ég hef bara verið verulega jákvæð gagnvart ykkur og málefnasamningnum. En það sko nægir mér ekki, þú veist, að hafa hann og það sé eitthvað svona, já, við erum að vinna í þessu, og ég var núna að gagnrýna tilkomu Vistorku og eitthvað samráðsleysi og það er bara þannig að það er voða erfitt að vera á hliðarlínunni, vera ótrúlega ánægð með markmiðin en hafa þau alveg ótrúlega einhvern veginn óskýr. Og ég bara, þú veist, og einmitt vegna þess hversu vel ég hef stutt ykkur og hversu vel ég styð ykkar markmið, þá er bara mér nauðsynlegt að gera kröfu hvernig gengur. Og að því vil auðvitað halda áfram bara að standa með þessum góðu málum. Og ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni að það væri bara fínt held ég að fá bara miklu meira upplýsingaflæði inn á bæjarstjórnarfundi. Og það er bara gott að heyra, að það sé verið að vinna í málefnum strætó, það sé verið að vinna að því að setja bænum mælanleg markmið í loftslagsmálum. Og svo með þetta, hér hefur verið rætt græna trefilinn, nagladekk og sandburð en samt veit maður ekkert, sko, það er engin, og ég er bara alltaf að segja þetta, þú veist, það er eitthvað mælanleg markmið og eitthvað til að eitthvað svona raunverulegt og fast í hendi og það er bara það sem að ég þrái, bara svo það sé alveg sagt. Og ég hef ekkert hugsað mér að taka endilega að mér sérstaklega eitthvað hlutverk að vera vöndur á meirihlutann, en auðvitað samt, sko, er kannski bara einmitt eðlilegra að ég sé svona aðeins meira að berja okkur af því að ég er svo áhugasöm þessi málefni. Og bara svo það sé sagt að því að bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á olíuvinnslu, að ég er bara alveg hjartanlega sammála því að það er bara glapræði að við séum með einhverjar áætlanir að vinna olíu úr Drekasvæðinu. Og held að hafa bara verið stór mistök að fara af stað í það verkefni. Bara svo það sé alveg á hreinu. Ég ætla svona að fara yfir bara þessa umræðu sem hefur verið því hún hefur verið góð. Mér finnst mjög gott það sem að bæjarfulltrúi Eva benti á með það sé dýrara að skila lífrænum úrgangi en almennum fyrir fyrirtæki og ég bara sammála, þetta er algjört rugl. Auðvitað er þetta bara þeir borga sem menga, þeir sem leggja á sig að vera umhverfisvænir, þeir eiga að njóta góðs af því, ekki öfugt. Og tek undir að við getum litið til Háskólans á Akureyri sem fyrirmyndar að mörgu leyti í umhverfismálum og það er líka rosa gott, þú veist, að ég hef ekkert alltaf að vera að finna upp hjólið og ég vona svo sannlega að umhverfisnefnd sé ekki að því í sinni vinnu. Og einmitt, ég kalla þá bara eftir því líka og eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti, hver eru markmið? Eða það er mikill samhljómur, segir bæjarfulltrúi í umhverfisnefndinni og hvað er samhljómur hvaða mælanlegu markmið? Þú veist, það væri bara ágætt að fá upplýsingar það. Og ég bara jafnvel að heyra meira bara hvað nákvæmlega er í gangi, menn mér finnst það bara væri mjög fróðlegt Varðandi bilaða mæla, svifryksmæla, ég er mjög ánægð með að umræðan fer yfir á svifryki líka vegna þess að það er alveg gríðarlega mikilvægt mál. Að þá ætla ég bara að segja og lýsa því yfir og það snýst ekkert þennan meirihluta eða hinn að þessi mælar eru búin að vera bilaðir í ótrúlega mörg ár og eftir því sem ég kemst næst að það hefur allavega oft verið þannig, ef ekki alltaf, þá uppgötvast þessi bilun ekki fyrir að einhver bæjar búi fer að pæla í því. Og ég man eftir því þegar ég var mikið að spá í þessu, ég held að það hafi nú verið, ég man ekki, 2012 eða 2013 og þá var alltaf,
þegar maður sko kom hóstandi heim eftir að vera búin að labba í svifryki og mælirinn á heimasíðunum var bara skærgræn og maður hringdi að tekka á þessu. Þannig að það bara meiri metnaði þetta og mjög gott ef hann til staðar bara. Mjög góðar ábendingar frá bæjarfulltrúa Gunnari útblástur skemmtiferðaskipa og hvernig mikið rafmagn þarf til þess að breyta því, sem og aukin útblástur sem fylgir flugi. Þetta eru bara allt hlutir sem við virkilega þurfum að hafa í huga og hvernig ætlum við að leysa þessi mál. Og notaði tækifærið til þess að nýta í rammaáætlun. Ég ætla nú að segja, það er nú við skulum hugsa í lausnum og ég held að það sé árangursríkara að hugsa í lausnum heldur en að kvart yfir einhverju svona, vegna þess að þetta er auðvitað rammaáætlun er mjög vel hugsað plagg og það þarf ekkert að slást endilega það heldur frekar að reyna að hugsa í lausnum og finna aðra leiðir. Einmitt þetta sem að bæjarfulltrúi í mörgum inn á, það er ekkert svar við því hvernig við náum kolefnishlutleysi, er það 15 eða 20 ár, við erum að sýna þolinmæði, ég bara nei, við þurfum ekkert endilega að sýna svona brjálaða þolinmæði, ég hef allavega ekki. En annars bara vil ég þakka fyrir umræðurnar og hlakka til framtíðarinnar með ykkur í þessum málum. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Gunnar Gíslason varaforseta að taka stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og bara takk fyrir góðar umræður og það vissulega megum við bæta upplýsingaflæðið og það er eitthvað sem má alltaf bæta. Markmið okkar í þessum málum er náttúrulega, við viljum náttúrulega að þetta geri sem fyrst, en þetta þarf að vera raunhæft og þeim svo var komið hér inn á að þá er verið að vinna í þessum málum og vonandi kemur þetta inn á borð okkar inn í bæjarráð eða bæjarstjórn til þess að ræða og þú kemur náttúrulega alltaf þangað. Vegna þess að bærinn setur sér ekki markmið sem eru á þessum toga nema þessi samþykkt svo endalega í bæjarstjórn. Þannig umræðurnar eiga að vera hér. Ég er bara mjög ánægður með þann stuðning sem að Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur sýnt okkur og ég er líka bara mjög stoltur af því hvar við stöndum sem bæjarfélag í þessum málum. Mér finnst við bara vera í fremstu röð hér á landi þó við að væri leið það og vissulega má bæta en við erum bara tvímælalaust á réttri leið í þessum málum og vonandi verðum við talin vera bara í fremstu röð og geta sýnt fram á það með mælanlegum markmiðum og tölum og upplýsingum sem er að taka mark á og verður horft til okkar samfélags vegna þess að við erum að virkja, nota heitt vatn, við erum með moltu, við erum með metan, við erum að gera nánast alla hluti sem hægt er að gera en auðvitað má alltaf gera betur en við erum að sjálfsögða að vinna í þessu og já, ég ætlaði svo sem ekki að segja neitt fleira. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu, tekur við stjórn fundarins, gjörðu svo vel. Orðið er laust. Fyrirgefið. Var Gunnar Gíslason búinn að biðja orðið? Fyrirgefið. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Það hefur farið fram hjá forseta. Ég biðst afsökunar á því. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í ljósi umræðunnar þar hvað við stöndum í dag, þá er það engin tilviljun. Ég held að Akureyrarbær stendur mjög vel að mörgu leyti í umhverfismálum og það er ástæða fyrir því. Hér fyrir margt löngu var unnin og samþykkt stefna sem hét Staðadagskrá 21. Þar voru sett fram mjög skýr
markmið og viðmið og þar var unnið skipulega að því að koma verkefnum í framkvæmd og það í raun og veru er ein af ástæðanum fyrir því að við erum þar sem við erum í dag og getum verið stolt af því. Ég hefði viljað sjá þessi vinnubrögð halda áfram eftir 2010, en það hefði mér ekki fundist hafa verið, því miður. En ég ætla að treysta því að nú verði breyting á, því ef að ályktun bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar verður samþykkt, sem ég styð eindregið, þá hljótum við að fara að vinna skipulega í þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Já, bæjarfulltrúi Dagbjört. Elín Pálsdóttir hefur þau orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara svona aðeins að áreita. Það er náttúrulega kannski, ég er ekki að fara í gegnum alla umhverfis- og samgöngustefnuna hér. Það er aðeins svo langt. En eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kemur inn á með Stataskó 21. Okkar grunnur þegar við byrjum vinnuna við umhverfis- og samgöngustefnuna og okkar markmið voru að nota Stataskóna, þannig að hún er grunnurinn í vinnunni okkar umhverfis- og samgöngustefnunni. Hún er hnýtmið, það eru ábyrgðaraðilar og þess vegna er hún nú þegar bara farin inn eins og til skipulagsstjóra, hafnarinnar, ákveðna aðila sem á svo eftir að fara inn til nefndana til að samþykkja og náttúrulega inn til bæjarstjórnar og bæjarráðs. En það er ekki alls staðar töluleg mælanleg markmið af því við höfum þau ekki. Við höfum ekki tölur yfir alla hluti og það er alveg erfitt. Við þurfum auðvitað að byrja á að safna okkur þeim upplýsingum. Hvað sem það verður gert með þá hjálp Vistorku, í aðgerðastefnu í loftgæðamálum og svo framvegis. En mín von er allavega að með tilkomu umhverfis- og samgöngustefnuna sem er í anda Stataskó 21 að það verði auðvelt að framfylgja henni. Þannig að ég vildi bara koma þess að. Takk. Bæjarfulltrúi Dagbjört Elín Pálsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá les ég upp bókun sem er framlögð. Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að bæjarfélagið setji sér mælanleg markmið í loftslagsmálum og samþykki í kjölfarið aðgerðaáætlun og áætlunum eftirfylgni. Þessi geta samþykkt það eins og skefið merki. Það er samþykkt samhljóða.